Sko, við erum komið með einn og okkur uppáhaldsgestum minna núna. Ég ætla að kveikja þess á þér, Aron. Sko, því ég bað Aron að gera ákveð fyrir, sko, áður en að Björn Berg skildi koma hérna. Og hann mættu til okkar. Björn Berg, vertu hjartalega velkomin. Já, takk fyrir. Okkar allra besti Björn Berg. Getur svarað öllu á svo fallegan hátt, það sem ég var að segja við Aron. Eða svona, hann svarar á skiljanlegan máta þegar kemur að peningum. Takk. En áður en að þú byrjar á þínu stöfi, þá ætla ég að byrja á sko TikToki sem Björn Berg sett út hérna 27. júní sem að var svolítið svona högg fyrir marga sem voru að horfa og hann segir þetta hérna. Það sem við þurftum að heyra. Þetta var nú aldeilis ekki það sem við þurftum að heyra. Þessi verðbólgumæling í morgun var í senn bæði ljót og leiðileg. Hvað var ljótt og leiðilegt við þessa spá? Verðbólgumælingu. Það var svona eiginlega allt saman. Já, ok. Ég hitt einn starfsmann Seðlabankans núna fyrir örfáum dögum sem að það er svona svipur þegar fólk er að tala þessa verðbólgumælingu sem var í síðustu viku og kemur svona svipur svona eins og bara svona lentur í þessu en við vorum öll að lenda í þessu og þetta var þannig að við vorum með einhverja væntingur það að verðbólgan yrði svona myndi halda fram að þokast eitthvað í rétt átt og það yrði svona þokkalegt og það væri aðeins að rofa til og eitthvað slíkt en svo fáum við svona bakslag. Þetta er samt bara 1 mánuður. Þetta er mælt 12 sinnum ári og þetta er nú bara 1 mæling en hún var það leiðinleg að hún dregur svo mikið úr væntingunum það að næst þegar að stýrivexti verði ákveðnir sem eru næsta mánuði að þá verði einhverja lækkanir. Það er eiginlega enga líkur á því núna. En fyrir þá sem ekki vita bara, við förum bara eins og við gerum alltaf með hvernig verðbólga mæld og hvað er hún að stýra? Verðbólgan er mæld þannig að það er starfsfólki Hagstofu Íslands sem þykist fara í innkaupaferð. Þau eru bara með risastóra innkaupakerru og þau setja í innkaupakerruna meðaltals útgjöld íslensks heimilis. Þannig að bara svona stór hluta þessu er það að búa einhvers staðar, svona mikið er lambakjöt, svona mikið er símareikningurinn. Þetta er bara sett í innkaupakerru og þau mæla hvað það kostar í hverjum einasta mánuði. Og ef að þetta hefur hækkað á síðustu 12 mánuðum, ef þetta er hærra en það var á sama tíma fyrir 12 mánuðum, þá er það kallað verðbólga. Og núna er það þá 4,2%, það er 4,2% dýrara að lifa á Íslandi í dag en það var á sama tíma í fyrra. Og þetta skiptir máli vegna þess að þegar við síðan tökum lán eða erum að spara peninga þá erum við að fá einhverja vexti eða borga einhverja vexti af þessu og þeir ráðast á svo miklu leiti af vöxtum sem Seðlabankinn ákveður og beitir til þess að reyna að hafa einhverja stjórn á þessari verðbólgu. Þannig að þegar Seðlabankunni líst ekkert á það sem er að gerast í verðbólgunni þá heldur hann vöxtum háum eða hækkar vexti til þess að reyna að kæla á þetta og segja hérna, heyrðu, ekki vera að bjóða svona mikið í þetta hús, ekki flytja inn þennan bíl, ekki vera að stækka fyrirtæki. Og þegar að verðbólgan hjaðnar, þegar hún róast, þá þarf Seðlabankinn ekki að standa svona fast á bremsunni. Heldur getur farið að lækka vexti og það er það sem hefur verið að gerast á undanförnu. Þegar verðbólgan hefur verið að skána og þess vegna hafa vexti verið að lækka. Og þá spyr ég sko bara svona út frá bara saminginu bara upp á síðkasti höfum við ekki verið bara haft það bara nokkuð gott varandi þetta og varandi vexti og það upp á bara svona á síðustu mánuðum hefur þetta ekki verið bara ágætis ástand? Þetta hefur verið að þróast í góða átt. Já, þetta er ennþá allt og dýrt. Verðbólgan hefur verið og mikil og vextinir eru of háir en þetta er allt annað en það var á sama tími fyrra skilur. Þetta er að þróast í rétta átt. Þess vegna þegar maður er komin í þennan bjartsýnisgír þá er svo leiðilegt að fá leiðilega fréttir sem að stoppa. Það er mjög góð punktur. En hvað er markmiðið, hvar viljum við vera? Þú veist, hvað svona í sögulegu samhengi, hvað er best að vera fyrir okkur? Við viljum vera í stöðuleika þar sem að hlutinir er ekki að breytast mjög mikið og við viljum að verðbólgan sé svona öðru hvort megin við 2,5%. Hún þarf ekki að vera akkurat þar en svona einhvers staðar á því rofi og við viljum að vextir séu eitthvað örlítið yfir því. Ekkert langt yfir því og þá skiptir í rauninni miklu meira máli að það sé einhver fyrirsjáanleiki í því og það sé þá þannig í einhver tíma frekar en það hvort að vextinni séu akkurat 4 eða 5%. Það er kannski ekki stóra málið er það að sé einhver stöðuleiki í þessu. Ok, sko Aron, ég bað Aron að koma með bara að rita niður nokkra spurningar Björn svona bara sko varandi bara hans svona fjármála einhver leiti, einhverja spurningar sem hann hefði fjármál. En Aron alltaf eins og Aron fór inn á gervigreindina. Já, ég gerði það. Og Aron sagði hvað? Ég hugsaði bara með mér, hvað þú veist, ég sagði reyndar, og ég lesa hvað ég sagði við gervigreindina. Endilega. Ég sagði við gervigreindina núna bara rétt í þessu. Rétt árum þú komst.
Ímyndaðu að þú sért að fara að hitta fjármála guð og þú færð að spyrja hann aðeins 3 spurninga. Þú fær svörum með þér öllum, en það mega ekki vera í einföldu formi eins og hvernig verð ég ríkur? Hvaða 3 spurningar spyrðu? Og þá fekk ég þessar spurningar. Hvaða mistök eða skekkjur í hugsun hjá fjárfestum leiða til þess að þeir missa af stærstu tækifærunum á næstu árum? Þetta fyrsta spurningin. Já. Þetta er að tala þetta hefur verið skoðað miljónsinnum og rannsakað og skrifað og það er nefnilega þannig að það eru til fræði sem heita atferlisfjármál og þeim er ætlað að útskýra ákveð bil sem er á milli þess hvað er að gerast á markaðum og hvaða árangri nær almenningur og af hverju er almenningur ekki að ná sama árangri og markaðurinn bara almennt nær og það er hegðun. Þannig að þegar þú ert að spyrja þessu svona, þú veist, hvað er það sem gerir það verkum að? Þá er það sem ef ég myndi draga eitthvað eitt út úr þessu, þá myndi ég segja að það er það sem við kölluð varanleika slagsía, sem er sem sagt það að okkur hættir til vegna þess að það er allir uppteknir að því að lifa í núinu. Við erum bara bókstaflega þannig þegar kemur að fjárfestingu. Við teljum að það sem hefur verið að gerast bara rétt upp á síðkastið eða eitthvað ástand sem er í gangi akkurat núna, að það verði endalaust. Það er ástæða. Við teljum þegar eitthvað er að lækka, þá eru bara allir hlaupandi panikaði bara eins og þessu kveikt í hárunum og þá er allir bara selja og dömpa öll og losa sig við allt og íkja allar sveiflur og fara út á versta tíma. Og það er það sama þegar eitthvað er búið að hækka. Þú sér hvernig áhugi fólks á fjárfestingum þróast. Hann er ekki að hreyfast eftir fræðslu eða almennri þekkingu, heldur bara eftir því hvort eitthvað hefur hækkað eða ekki. Þannig að þegar eitthvað er búið að hækka mikið, þá fer fólk að vilja kaupa það og þá verður stemning og þá er verið að ræða það og þá koma myndböndin. Sáum við ekki líka bara besta dæmi það á Íslandsbanka núna á dögunum? Þegar einhvern veginn fólk fekk bara virðist vera automatísk hækkun hérna að fara að eiga sér stað og allir fóru inn. Jú, rosalega mikið þannig. Þetta var mjög ábyrgð í COVID. Svona ákveðnir eignaflokkar, sérstaklega þeir sem voru áhættu mestir, hækkuðu mjög mikið. Þá var það alltaf óbúslegur áhugi þar og hvernig var talað? Það var alltaf talað eins og þetta er endalaust. En er ekki líka Íslandinga bara heilt yfir að verða svona, hvað ég segja, bara vita meira fjárfestinga? Það er að eiga sér stað, það er á meðal hjá þér, þú ert búin að vera mjög duglegur að reyna að fræða fólk bara bæði á TikTok og bara í gegnum björnberg.is og þína fjármála ráðgjöf fjárfestingar, að við eigum að vera duglegri og þora að fjárfesta að einhver leiti ef við kynnum okkur málinu. Jú, það er bara búin að vera fínasta vitundavakning þessi mál. Við höfum skorið okkur úr. Ef við lítum bara á öll þau lönd sem við almennt berum okkur sama við, þá erum við eina landið í rauninni þar sem að almenningur hefur ekkert verið að fjárfesta. En það er byrjað og við eigum auðvitað mjög sérkennilega og svona, bara slæma sögu þegar það kemur að því, þannig að það er svo mikið skrítið, en jú, meðist þetta allt. Fólk er opnara fyrir þessu og hefur meiri þekking. Flækir þetta jafnvel fyrir sér samt? Að byrja þetta? Já, ég held að það gerir það. Það sem ég hef oft bent fólki á að því að sko, þú vilt ekki byrja með því að þú ert aldrei að fara að horfa á einhver TikTok myndband þar sem einhver er að segna þér einhverja tauralausn og elta hana. Nei. Það er alltaf brá. Bara sleppa því bara öllu, en þetta er mjög vinsælt content. Það sem þú byrjar á að gera er að það er nánast hver einasti hlustandi hérna sem er að fjárfesta núna í dag með hætti sem hann getur sjálfur stjórnað í gegnum viðbótarlífeyrissparnaðins. Og þá segi ég, þarna eru kannski bara heilmikla fjárhæðir. Þannig að ég get alveg skilið það með launin að þá hafur aðra hluti við peningana að gera. Þú átt ekki að vera að fjárfesta eitthvað ef þú skuldar eitthvað neyslulán. Það áttu bara að vera í því. En þú ert kannski hvort sem er automatist í hverjum einasta mánuði að fjárfesta í gegnum viðbótarlífeyrissparnaði eða aðra séreign. Hafðu þá skoðun á því. Kynntu þér málin og kynntu þér það hvernig nægi bestum árangri, hvernig læti þetta vaksa sem best til langs tíma af því þetta er langtíma fjárfesting. Og það er langbesti staðurinn til að byrja, hafa einhverja skoðun á því og vera jafnvel svolítið svona meðvitaður? Þú veist, já, bara nákvæmlega, vera meðvitaður þetta og óhrættur við að hafa einhverja skoðanir. Sko, spurning nr. 2. Þetta eru 3 spurningar, ég er að spyrja fjármálagauðin. Hætt þú að spyrja hann. Nei. Hvaða samspil milli hegðunar manna, tækniframfara og fjármálakerfa mun mest móta dreifingu auðs og valds á næstu 30 árum? Já. Þetta eru stóru spurningar þar. Sko, þessu verður þetta, byrju sagður dreifingu auðs. Já. Sko, mjög miklu leiti í dag að verða að reyna handstýra það bara í gegnum ríkisvald. Já. Þannig að það er verið að taka þeim sem að þá eru að ná árangri í ákveðnum sektorum og færa til annara. Þannig að ég myndi segja að
ég hef ekki trú öðru en að það verði bara áfram ríkisvaldið sem mun hérna vera algjörlega dóminerandi í þessu. En það sem er kannski líka áhugavert að því að tala svona dreifingu auðs og tækniframfærar og slíkt. Já. Sko nú það orðið þannig að og það ekkert nýtt og það ekkert að breytast þannig séð með gervigreindinni. En aðgengi hæfileika fólks að því að geta komið sér á framfæri allt annað en að var. Ég skrifaði þetta í bók á sínum tíma. Hugsið ykkur til dæmis fyrir 40 árum. Ef að einhver hefði verið hérna bara í fullri vinnu bara einhver akureyringur, rosalega góður í tónlist. En hann bara í fullri vinnu við að gera eitthvað annað. Hann kannski þekkir engan í tónlistabransan. Til þess að geta komið sér á framfæri, hugsaðu hvað þurfti mikið á þeim tíma. Þú þurftir að tróða þér inn í að fá að tróða upp einhvers staðar og þá að ná til einhvers. Það að gera plötu var bara alveg ofboðslega dýrt, stúdíótíminn og allt þetta. Núna þetta þannig bókstaflega, þú getur bara gert þetta sjálfur með laptoptölu og hljóðnema. Og þannig að hæfileika fólk vegna tækninnar og svonalega það hefur ófilteraðan aðgang að okkur öllum, þannig að ef þau eru mjög hæfileikarík og góð að ná til okkar, þá munu þau gera það. En það náttúrulega kemur eigur samkeppnina svo ofboðslega, það svo mikill fjöldi. En ég held að þetta sé svona þetta tvennt, að það að þú getur fundið kröftuninu viðnám ef þú ert hæfileikaríkur vegna tækninnar og allra þessara framfar sem það eru. En svo ríkið alveg ofboðslega dóminerandi í því að þá taka af þeim sem eru að ná árangri og færa yfir til annara. Mjög góð punktur. Þetta góð svör. Ef þú mættir aðeins einu sinni á ævinni gefa einhverjum ráð hvernig hann ætti að byggja fjárhagslegt öryggi sem endist í 3 kynslóðir, hvað myndir þú segja honum? Já, þá myndi ég segja ekki skulda neinni. Ég hugsa að það sé eina ráð. Ég veit að maður það þarf að segja já en þú ert kannski ekki endilega að fara að koma þér þakki yfir höfuðið á þess að taka húsnæðislán, en þá verður að vera í panikmót leið og það láni komið og reyna að greiða niður. Annars að hafa það sem 100% reglu að skulda einhvern veginn. Mjög góð, I live by that rule. Já, það? Já, mörguleiti, já. Já, ok. Já. Herðu Björn Berg, ég vildi við hefðum meiri tíma að við getum spjallað við endalaust, en takk hérlega fyrir komuna, takk fyrir að vera með okkur. björnberg.is, þar þetta fræðast betur bara þín störf og bókaði í fjármálaráðgjöf. Mér langar bara að hafa henni alltaf dag, sko. Ég veit að það var Ég vil líka svolítið fá Björn Berg og Arnar saman í stúdíóið, eitthvað svona smá rökræði, hvar þeir eru svona mest ósámála, hefði verið svolítið skemmtilegt. Það þetta, já, við getum Þið þurfa að fá henni undralandið. Heldur betur. Herri, þú að koma undralandið. Endilega. Já, let's go. Björn, takk fyrir komuna. Takk fyrir.